He took wrist control and just turned the elbow over and found a home just under the eye of Omari Akhmedov. Last 30 seconds. This is where he's dangerous. There's the guillotine attack. That's very tight. And what's happened? Omari Akhmedov is tapped. It is all over in the very first round. Hann hérna hálf mínútu eftir á fyrstu rúndu, Gunni búinn að olbúan. Það eins og Ómari slepp aðeins, sleppur með hann hérna burtu. Gunni stendur upp, setur svona smá press á hann og leið og Ómari ítur á móti og hoppa Gunni fram fyrir pung. Hér er hann kominn í yfirborðsstöðu. Hérna getur Ómari raun bara í tvær áttir, hann getur annarkvæmt snúið sér hérna. Þá getur Gunnin á bakinu eða hann getur snúið sér inn í hann. Og það var það sem Ómari gerði. Þeir hérna stendur upp og reynir að keyra inn í hann. Þegar hann er að keyra inn í Gunna, þá er Gunni búinn að vefja höndinu hálsinn á honum og grípa hérna svona mótið þannig. Hann er með svona takk, barkinn á sig hérna, Ómari. Og hann auðvitað burtu, kressu með bringuna ofan á og hoppa svo undir hann, setur hælinn ofan á og hérna getur Ómari ekki gert neitt. Það getur ekki velt sér í burtu. Gunni íti mjöðmórum upp og hælum niður sem myndar mjög mikið afl beint inn í barkanónu. Ómari hérna er þetta gat sem hausinn á hann var, hællir hérna, íti mjöðmórum upp, þetta er hérna. Svona gatið minnkar, allt aflið sem kemur á bakinu og mjöðmórum fer beint hérna inn í barkanónu. Það gerst upp. 4 minutes and 36 seconds of the first round. The winner by guillotine choke, Gunnar Nelson!